Stefnuþríhyrningurinn og árleg starfsáætlun eitt af aðalstjórntækjum spítalans. Spítalinn hann hóf umbótavegferð 2011 með aðferðafræði Lean eða straumlínustjórnunar. Og það má segja að þar markmiðið að allir starfsmenn hafi tvö hlutverk, annars vegar dagleg verkefni og hins vegar stöðugar umbætur. Og við erum í þeirri vegferð að þetta verði mjög sterkt í DNA spítalans og DNA allra starfsmanna að vinna að því að gera starfsemina betri í dag en hún var í gær. Þessi þáttur starfsemina byggir meðal annars á mjög öflugri þjálfun og spítalinn hann rekur umbótaskóla, þar sem eru 5 brautir og það eru mörg hundruð starfsmenn sem fara í gegnum þessi prógram á hverju ári og þannig þekkingin á umbótastarfi, aðferðafræði Lean, breytingastjórnun alltaf að aukast innan spítalans og við finnum það þegar við nálgumst verkefni í dag að þá eru þau unnin með ákveðnu samhæfðu skipulagi sem hjálpar mjög upp á að stilla saman strengi og ná árangri. Í starfsáætlun þessa árs þá eru svona 3 lykiláherslur sem við draugum fram varðandi stöðugar umbætur. Í fyrsta lagi það að þróa og innleiða heildstæða ferla frá upphafi til enda, að reyna að ná utan meðal annars flæði sjúklinga frá því þeir koma og í gegnum alla þá flóknu þjónustu sem hér fá þar til þeir útskrifast. Lykiláhersla nr. 2 á þessu ári að styrkja alla stoðþjónustu spítalans í þágu bæði sjúklinga og starfsmanna og þar höfum við þegar sett í gang mjög víðtæk verkefni meðal annars sem snýr að aðfangakeðjunni, fasteignaþjónustu og ýmsu slíku sem þannig að við bætum þjónustu við klíníska deildir spítalans. Og í þriðja lagi ætlum við á þessu ári að styrkja verulega umgjörð og skipulag vísindastarfsins og árangur á því sviði auðvitað talar inn í miklar umbætur á spítalanum. Eitt af því sem við mælum fyrir þennan málaflokk ánægja starfsmanna með stoðþjónustu spítalans og við munum gera svona örkannanir reglulega yfir ári til að sjá hvort við hvernig við erum að ná árangri á því mikilvæga sviði.